Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld á Suðurland FM. Sportþátturinn með ykkur hérna á þessum mánudagskvöldi klukkan orðin 9:04 og eins og við höldum áfram í handboltanum og núna komin á línuna landsliðsmaðurinn Bjarki Már Elísson sem fór illa með Portúgal í gær. Komdu bless og sæll höfðingi. Blessaðu meistari. Hvernig hefur það? Ég bara eldhress. Já. Herðu, þú ert á Íslandi núna, ekki, þú spilar náttúrulega úti með Fúsi Berlín, hefði ekki? Jú, passar. Og hvernig að koma svona til Íslands svona í smá frí eða samt líka æfingar? Þetta ekki búið að vera frí, við erum alltaf búin að æfa stíft með landsliðinu en það alltaf skemmtileg tilbreyting að hitta strákan í landsliðinu, þeir eru þessir og skemmtilegir og gott að komast heim bara til mömmu og í íslenska matinn og svona. Það er alltaf mjög skemmtilegt. Já, þannig að þú fer beint í sviðahausuna hjá mömmuðinni eða? Nei, henni finnst þeir ógeðslegir sko, þannig ég slepp alveg við það. Já, og hvað er besti maturinn sem að mammaðin býður upp á fyrir þig? Dominos pizza. Dominos pizza, auðvitað. En íslenska. Nei, það er bara, þú veist, alltaf, ég er aðlæta. Já, nákvæmlega. Herðu, en þið unnu Portúgal í gær og það má segja, þið gátuð ekki þurft að rústa þeim, þið þurftu endilega að hafa þetta smá spennandi? Já, við hefðum svo sem kannski með að fara aðeins betra á okkur, sérstaklega í seinni hálfleik, þá hefðu við hæglega geta að fara með kannski 5-6 marka fórust til Portúgal en þeir eru líka bara góðir og eru erfir, þeir hætt aldrei, eins og sást í leiknum í gær, þó að vera 15-10 undir, við vorum konum með 5 markarna á tímabili líka seinni hálfleik, þeir gáðust aldrei upp og það er verðugt verkefni framöndan í Portúgal sem að við erum náttúrulega bara að fara til þess að vinna, við þurfum ekki að fara til þess að verja þessi 3 mörk. Nei, okkur. Það verður væntanlega það ekki þrefaldur sigur á Portúgal. Þið unnuðu gær og eða ekki heldur að landslið karla í knattspyrnu muni ekki vinna þá bara morgun og svo vinnið þið á fimmtudaginn í handboltanum? Það væri draumi líkast. Við allan að koma á hótel okkar 7 annað kvöld í Portúgal, þannig að við finnum okkur einhvern góðan stað og horfum með Portúgalunum og fögnum svo framan í þá. Við vinnum fótboltaleikin og svo tökum við leikinn á fimmtudaginn líka vonandi, þannig að það væri mjög góð vika ef það myndi takast. En svona aðeins að þér sjálfum, þú fékkst eða ekki bara kallið á síðustu stundu, þannig séð að Guðjón Valur myndi ekki spila? Já, fekk að vita bara í hádeginu í gær sko, á hittust við fundi og borðum saman og þá vissi hann ekki hóp, þannig að þá var bara svona 50-50 hvort ég myndi byrja eða byrja á bekknum og svo fekk ég vita bara í klefanum fyrir leik að ég myndi byrja og bara ánægði með að fá tækifæri og nýtti það vonandi vel að mati þjálfarans. Við verðum að sjá til hvað framhaldi verður. En hvernig fannst þér svona stemningin höllinu? Hún var nú nokkuð full? Þetta ekki ölvuð, heldur var stemningin í lagi? Já, ég fatt eitthvað átti við. Ég var bara mjög ánægð með þetta. Það var búið að tala það fyrir leikinu og eitthvað í þeim mögulega lélega mætinga að miðasalna gengi eitthvað illa en mér sýndist bara að ræst mjög vel úr þessu og við vorum bara tölum það í liðinu og mjög þakklátir fyrir það að fólk hafi mætt og stutt baki okkur að það hjálpa alveg frálega. En nú ertu búin að, það er raunin svo langt síðan ég spjallaði við, ég verði nú að spyrja þig hvernig gekk þér svona út í Þýskalandi því að þú verður bara að biðjast afsökunar, það er orðið ansi langt síðan ég hringdi þig og tók viðtalið þig. Já. Þú ert kannski fílótið mig og þú viljir ekki einu svona tala um mig. Jó, það gekk bara vel, bara fyrsta tímabili búið, við endum í 5. sæti sem var það sem við stemdum að fyrir leiktíðina. Lentur samt í miklu meðslum og svona, þannig að
svona þegar maður horfir tilbaka þá er það mjög góður árangur. Tókum eitt titil hana, Superglobe í september í Katar og fyrir mig persónulega, það þróaðist þannig að ég endaði sem hotnamaður númer 1 í liðinu þar sem hann sagði með mér fór og sem náttúrulega mjög gott líka að vera númer 1 í svona stóru liði. Þetta náttúrulega bara risastórt félag í handboltaheiminum og mér gekk persónulega vel, ég var með góða nýtingu í deildinni, ég skilja að gera hans fleiri mörk en leikur okkar þróaðist oft þannig að við vorum svona spilum frekar hægt. Spilum góða vörn en vorum ekki nú beittir fram á í hraðarblöfum og svo leiðis. En ég persónulega var bara, þegar ég lítið yfir þetta þá get ég verið bara nokkuð ánægður með sjálfa mig held ég og liðið. Og ertu alveg orðin reiprennandi í þýskunni? Já, ég var orðin það eftir 1 ár cirka í æsina eitthvað. Svo maður bara viðhalda henni núna, þannig að jú, ég góður henni. Og geturðu rappa á þýsku líka eða? Ekki ennþá, ég er búinn að vera að færa textana mína yfir á þýsku, það tekur lengri tíma en ég held, sko. Já. Við erum kannski tilbúið með eitthvað næst fyrir því. Já, líst til á. Svona í lokin ára slepptir, þú fylgdist væntanlega með það ekki, málmálana hérna heima, svona Óli Still Karla, náður eitthvað að fylgjast að viti þar með? Já, ég fylgdist með þeim leikjum sem voru sýndir og ég fylgdist með sem ég gat og ég held nú reynda með Vikar var Haukastar að spila afturrendingi. Ég var að vonast til að þeim myndi vinna en en flott hjá Janusi og félögum að klára þetta. Ég held reynda með Janusi, ég verða vikinu. Já, og helst náttúrulega með honum en engum öðrum svona. Nákvæmlega. Haukar ekki myndið bóli. Og gamla félagið þitt hérna á Selfossi, þeir konir upp í Ólafsdeildar 9, hvernig svona leggst það í þig? Það leggst bara mjög vel í mig, ég horfði með þetta það sem ég líka allt frá upphæðu til enda og flott sería, mjög góð auglýsing fyrir handboltan og gaman að sjá að leikir í fyrstu deild að við orðið svona stórir og skemmtilegir eins og Raunbar Vitni og bara ótrúlegu karakter í þessu Selfossi að klára þetta. Nú er bara að láta knýfylgja kviði og standa sig vel í úrvalsdeildar næsta ári. Þeir eru alltaf búin að styrkja liðið vel og vantarlega mikla væntingar og svona. Þannig að vonandi náður að standa undir því. Bjarki Magnússon, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangið sem allra best á fimmtudaginn og það er bara áfram í Íslandi, eða ekki? Algjörlega, takk svo með leiðis. Við verðum í bandi. Gerum það, þakka þér fyrir og gangið sem allra best. Blessaður. Blessaður. Já, Bjarki Már Elísson, leikmaður íslenska landsliðsins í handbolta og hann er náttúrulega í hópnum en Geir Sveinsson, hann tilkynnti í dag þá 17 leikmenn sem fara til Portugals núna í fyrramálið til undirbúnings fyrir síðara leik Íslands og Portugals í undankeppni heimsmeistaramótsins sem framfer í Frakklandi í janúar og það er nú þannig að markmennir Aron Eðvarsson og Björgvin Páll Gústafsson, aðri leikmennir Arnór Atlason, Arnór Þór Gunnarsson, Aron Pálmarsson, Ásgeir Örn Hallgrímsson, Bjarki Már Eilsson sem við vorum að spjalla við, Bjarki Már Gunnarsson, Guðjón Valur Sigursson, Guðmundur Hólmar Helgason, Gunnar Steinn Jónsson, Kári Kristján Kristjánsson, Ólafur Andrés Guðmundsson, Róbert Gunnarsson, Rúnar Kárásson, Stefán Rapp Sigurmannsson og Tandri Konráðsson. Það held ég nú. En það var líka einn í dag valið í 18 ára landslið Íslands, þar sem Einar Guðmundsson, Selfysingurinn og Kristján Arason, FH-ingurinn, sem eru þjálfar 18 ára landslið karla. Þeir völdu 16 manna hóp sem tekur þátt á æfingamóti í Þýskalandi núna í lok júní og fara á lokamót Evrópumeistaramótsins sem fer fram í Króatíu 10. til 22. ágúst en Íslandi þar er riðli með Króatíu, Svíþjóð og Tékklandi en markverðir eru Andri Skeving og Andri Sigfússon og Haukum og IPVAF, vinstra horni er Kristófur Sigursson og Friðrik Holm Jónsson úr HK og IPVAF, vinstri skytti Örn Östenberg og Kristinstad, Bjarni Ófögu Valdimarsson og Val, Arnar Freyr Guðmundsson og IR, miðja Gísli Þorgeir Kristjánsson úr FH, Sveinn Andri Sveinsson úr IR, hægri skyttu Teitur Örn Einarsson Selfoss og Pétur Hauksson Stjörnunni, hægri horn Jóhann Kaldal Jóhansson Gróttu og Ágúst Gretarsson IPVAF, línumenn Sveinn Jóhansson Fjölni, Elliði Vignisson IPVAF og Úlfur Gunnar Kjartansson Þrótti og
svo það til vara Alexander Másson Val, Darri Aronsson og Haukum, Markus Björnsson og Val og Viktor Hallgrímsson og Fram. Nú það í bili, við ætlum að fara núna í fótboltan, en það var einn leikur á Íslandsmóti í knattspyrnu í dag í 4. deild karla Bjerinli, þar sem að Skallagrímur sigraði Snæfell 9-0. Þeir voru 5-0 yfir á 70. mínútu, svo fengu Snæfell rautt spjald á 73. og Skallagrímur bætti við 4 mörkum viðbót, lokatölur 9-0. Skallagrímur því langefstir í 4. deild karla B, eða svona með markatölu, með 9 stig, IH einni með 9 stig, öðru sæti KFG í 3. með 9 stig einni, en markatala Skallagríms er allan 19 mörk og fengi 4 mörk á sig, en Snæfell eru neðstir, búin að skora 1 mark og fá 23 á sig. Annars á EM í kvöld, það voru 3 leikir sem fóru fram í dag. Spánn vann Tékkland 1-0, Írland og Svíþjóð skildu jöfn 1-1 og Ítalía sigraði Belgíu 2-0. Við ætlum næst að fara aðeins í EM í knattspyrnu og línunni verður hér eftir smástund. Þann Jóhann Ingi Hafþórsson sem er stattur úti í Frakklandi fyrir fótbolti.net og hann er nú búinn að vekja athygli sjálfur á fyrsta fréttamannafundinu þar sem hann var allur handleggurinn er tattúrar íslenska merkinu